Guð allrar huggunar, við biðjum fyrir sjúkum og sorgmæddum, öllum sem skortir heilsu og styrk og þeim sem áhyggjur þjaka. Við biðjum sérstaklega fyrir þeim sem veikst hafa af völdum COVID-19 veirunar. Vertu með þeim öllum, hjálpaðu og líknaðu þeim sem þjást og syrgja. Styrktu þau í trúnni og vektu hjá þeim von og traust. Við biðjum fyrir heilbrigðisstarfsfólki og öllum sem búa við mikið álag þessar mundir við að fyrirbyggja vá og vakta stöðuna almenningi til heilla. Vertu með þeim öllum, hjálpað okkur að takast á við þessa vá af yfirvegun og skynsemi. Minnumst þess að í samfélagi okkar eru aldraðir ástvinir og fólk með undirliggjandi sjúkdóma sem okkur ber að vernda með því að sýna ábyrgð. Gefðu okkur styrk til að láta óttann ekki ná tökum af okkur. Minnum þess að meðal okkar eru ungar og viðkvæmar sálir sem óttinn getur líka leikið grátt. Við biðjum þess góði Guð að þegar þetta allt er yfirstaðið höfum við lært að vera þakklát fyrir eitt og annað sem okkur hættir til að ganga að sem vísu. Svo sem innilegum samskiptum við vini og vandamenn, mannfagnaði og samfélagi við aðra, ferðafrelsi og óttaleysi. Hjálpa okkur að muna að ekkert af þessu er sjálfsagt að þetta eru lífsgæði sem okkur ber að vera þakklát fyrir. Miskunnsami Guð, við biðjum þig að gera okkur ævilega minnug þess að þegar þetta allt er yfirstaðið, að þau sem björguð okkur voru heilbrigðisstarfsfólk, ræstitæknar og umönnunar stéttir. Við þökkum þér fyrir dugnað og elju þeirra og biðjum þig að vaka yfir þeim og blessa störf þeirra. Opnaðu augu okkar, góði Guð, fyrir því hver það eru meðal okkar sem gegna raunverulegum ábyrgðarstörfum í almannaþágu. Við þökkum þér, Guð almáttugur, að við getum komið fram fyrir þig og lotið höfði í bæn, fullviss þess að þú heyrir bænir okkar. Ekkert er þér hulið. Þú þekkir hugrenningar okkar álengdar og veist hvað okkur býr í brjósti á hverju stundu, betur en við sjálf erum færum að færa í orð. Amen. Heimsfaraldurs bæn. Mættum við sem verðum fyrir minniháttar óþægendum vegna veirunar, minnast þeirra sem í lífshættu. Mættum við sem höfum engan undirliggjandi vanda, minnast þeirra viðkvæmustu. Mættum við sem búum við þau þægindi að geta sinnt vinnu okkar heima, minnast þeirra sem að þurfa að velja á milli þess að halda heilsu eða eiga fyrir leigunni. Mættum við hafa nægan sveigjanleika til að annast börn okkar þegar skólastarf er takmarkað og minnast þeirra sem hafa ekkert val. Mættum við sem þurfum að hætta við ferðalagið okkar, minnast þeirra sem eiga sér engan áfangastað. Mættum við sem verðum af hagnaði í umróti fjármálamarkaðarins, minnast þeirra sem alls engan hagnað hafa. Mættum við sem komum okkur notalega fyrir í sóttkví heima, minnast þeirra sem eiga í engin hús að venda. Þegar óttinn grípur sig skulum við velja kærleikann. Á meðan við getum ekki vafið hvert annað örmum bókstaflega, skulum við finna leiðir til að vera kærleiksríkt faðmlag Guðs til náunga okkar. Amen.